Sjón blasti við þeim sem áttu leið fram hjá Hafravatni eftir hádegi í dag. Það voru hestar á ferð við Hafravatni í dag, fólk á skautum var þar, á sleðum, á bifreiðum, ungir og aldnir frá sér numdir af gleði eins og sjá má. Þarna voru Hjörtur Líklegur og félagar hans á vélhjólum og flugvélar líka. Það ekki að hverjum degi sem þær sjást þarna og svona margar. Allt upp í tugur þeirra var þarna og góð stemning á þeim sem voru komnir þarna í þessa flugkomu. Það var flugfólk úr Mosfellsbæ sem var þarna að fagna því að lenda á sléttustu flugbrautinni sem lent var á Íslandi í dag. Það ekki oft sem að gefst tækifæri til að segja bæði góðir Íslendingar og góðar Íslendingar. En það nákvæmlega það sem þessi menn hafa verið að gera hérna, að þeir hafa verið að stunda góðar Íslendingar. Já, þetta svolítið öðruvísi en mjög skemmtilegt og nota þetta skemmtilega tíðarfar sem hefur undanfarið til að skoða sig og lenda á hnausþykkum ís sem 40-50 cm hérna víðast, sunnanlands allavega. Og engaflugið svo skemmtilegt ef að menn kunna að nota það og skoða landið úr flugi og flugvélum í lágflugi hér og hvar. Það ekki að segja jafnast á við það, mínum mati. Og þá var það kaffi í stillunni, búið að leggja á borð á stélinu á flugvélans, kaffi og kökur og síðan að svifta sér í loftið, ætlunin að fara austur á Þingvallavatn og skoða botninn á vatninu því að þar kuð ísinn vera svo tær að það sé auðvelt að skoða smáatrið á botninum. Já, hvílík hamingja. Í gær fórum við Gunnar Pálsson og lentum á Eyrarvatni og Jón Karl frétti af því að það hafi verið lent á ís, þá náttúrulega endilega að drífa í kaffi á Hafravatni. Og þetta var gert seint í gær. Það allt hægt, það var ekki brendi og ég lagst okkur að koma það og stefnan tekin á Þingvallavatn á eftir því að Hjörtur búinn að lýsa því yfir að það séu enga loftbólur í ísnum þar. Þannig að kaffi loknu og þá drífum við bara hérna flugtarstöð og beint austur á Þingvall. Karl, ef við að leita svona sérkennilegri hliðstæðu þá má ekki segja að það að lenda flugvél á lausu vatni að það hefur svona verið ágætt lauslæti en nú ert á föstu. Já, enda ég á föstu. Já, þetta svolítið sem og nota þetta skemmtilega tíðarfar sem hefur verið til að skoða þessu og enda á hnausþykkum